Jöfnuhneppi eru jöfnur með tveimur bókstöfum, tveimur óþekktum stærðum og við leysum yfirleitt tvær jöfnur saman hérna x og x, þetta er sama x, sama y. Ég ætla að nota teiknilausn í þetta skipti. Það er hægt að nota innsetningaraðferð eða samlagningaraðferð og þá þurfum við að teikna jöfnurnar. Jöfnurnar þurfa helst að vera á formunu y jaft og eins og hérna neðri jafnan. En efri jafnan er það ekki. Þannig að ég þarf að færa x-ið hérna yfir. Þannig að ég ætla að gera y jaft og mínus 2x pluss 7. Ég geri bara mínus 2x hérna báðum megin og færi það fram fyrir svo þetta sé á sama forminu. Og svo þarf ég að muna, þetta er skurðpunkturinn við y-ás, þetta er hallatalan. Þannig ef ég byrja hérna mínus 3, 1, 2, 3, hérna, og svo er hérna pluss 3, af því að það stendur bara 3x, það er pluss 3, þá fyrir 1 til hægri og 1, 2, 3 upp. 1 til hægri, 1, 2, 3 upp. Og hér er ég komið með beina línu. Þegar þið teiknið svona, notiði rúðurnar, notiði reglustiku. Ég á ekki nógu stóra reglustiku til þess að teikna hérna, en ég þarf svona sirka þetta út. Svo er það hinn, pluss 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þetta er bara að segja mér hvar fer ég í gegnum y-ásinn. Og mínus 2x þýðir 1 til hliðar og 2 niður, 1, 2, af því að þetta er mínustala. 1 til hliðar, 2 niður, þá er ég komin hingað. Og þá teikna ég línuna aftur hérna. Þetta er skurðpunkturinn. Það er ekki nóg að teikna bara, ég verð að sýna svarið. X lausnin er x hnitið á þessum punkti hér sem að er 2. Þannig að x er 2, y hnitið er y-talan sem að er 1, 2, 3. Og þá þarf að skila svarinu sérstaklega. Ef ég kann þetta ekki að teikna inn, þá get ég gert gildistöflu. Og ég skal sýna ykkur bara með þessari hérna, og þá gerir maður til dæmis mínus 2, 0 og 2. Ég gæti gert mínus 1 og 1 líka. 3x mínus 3 er, og þetta er x, ekki y. Og þá set ég inn 3 sinnum mínus 2 mínus 3. Ég set þessa tölu inn í staðin fyrir x-ið, hvaða y-hnit fæ ég? Hérna fæ ég mínus 6 mínus 3, ég fæ mínus 9. En það passar það, ef ég fer í mínus 2, 1, 2, að þá fer ég niður 3 og niður 3 og þá er ég komin í mínus 9. 0, 3 sinnum 0 mínus 3, það er mínus 3. Hörru, jú, það er hér. Og 2, 3 sinnum 2 mínus 3 er 6 mínus 3, það er 3. Þannig að 3 sinnum 2 þá fæ ég 3. Heyrðu, jú, þetta passar. Þannig að hvort sé ég nota þessa aðferð eða að gera þetta út frá skurðpunkti við y-ás og hallatölu, breytir ekki öllu, en merkja punktinn og skrifa niður lausnina.